Já, þá skulum við kíkja aðeins á kaflann stéttabaráttu. En markmið hans að komast að því hvað rússneska byltingin sé og af hverju hún hafi verið talin meginatriði og sé talin meginatriði í sögu 20. aldar. Hverjar eru orsakir hennar og afleiðingar bæði í Rússlandi og annars staðar, til dæmis hérna á Íslandi, og hvernig þróaðist verkalýðshreyfingin á Íslandi frá árunum svona cirka, reyndar 1900 til og fram yfir 1937. Við skulum byrja í Rússlandi. Upp úr aldamótunum 1900 þá og fram að byltingunni þá ríkti mjög mikil stéttaskipting. Aðallinn hafði það mjög gott, yfirstéttin, aðallinn voldu í borgarar og kirkjan, þeir áttu allt og þeir réðu öllu og þeir bjuggu við pell og purpura og gullislegin hús. Og Sarinn, keisarinn í Rússlandi, Nikolás II, hann var einvaldur sem að yfirstéttin studdi, hann sem sagt réð öllu sem hann vildi ráða. En almenningur, verkamennirnir í borgunum og bændurnir í sveitunum, þeir liðu skort, ekki bara skort heldur hungur og dóur jafnvel úr hungri, og þeir voru mjög ósáttir með þetta ástand og vildu gjarnan breyta því. Hér sáum við þá reyndar fyrir utan þessa sömu höll og hérna, örlítið seinna. Það kom út bók árið 1848 sem hét Kommunistaávarpið, heitir Kommunistaávarpið, og þá voru Karl Marx hér og Friedrich Engels sem að gáfu þessa bók út. Og þeir héldu því fram að þjóðfélagið skiptist í grundvallaratriðum í tvær stéttir, borgarastétt og öreiga. Borgararnir þeir eiga framleiðslutækin, verksmiðjurnar og búðirnar og allt sem að í rauninni öll verðmætustu eignirnar, en öreigarnir, verkamennirnir, þeir ættu í rauninni ekkert nema vinnuafli sem þeir seldu þeim, sem þeir unnu hjá, og þessar hugmyndir áttu eftir að hafa mikil áhrif í Rússlandi. Karl Marx sagði að verkamenn væru mikilvægasta stéttin, það væru þeir sem framleiddu vörurnar, það væru þeir sem ynnu og byggju til verðmætin, en borgarastéttin, þeir sem áttu verksmiðjurnar og framleiðslutækin, arðrændu verkamennina. Þeir í rauninni borguðu þeim ekki það kaup sem þeir í rauninni ynnu sér fyrir, og mismuninn settur í eigin vasa, þessum eru þeir ríkar og ríkari, á meðan að verkamennirnir eru í rauninni kannski fátækari og fátækari eða græddu aldrei eins mikið. Þessar hugmyndir, þær fengu mikinn hljómgrunn í Rússlandi, í rússnesku byltingu. Og í rauninni að þá er rússneska byltingin, eða allavega seinni hluti hennar, gerður undir merkjum kommunisma, og það er Vladimir Lenin sem að stjórnar því. Þegar við tölum rússnesku byltinguna þá erum við rauninni að tala tvær byltingar. Í mars þá gerði bara allur almenningur uppreisn gegn Nikolási II keisara, vegna þess að hann hafði farið í stríðið fyrir heimsstyrjöldina og það var orðinn matvarskortur og mikill skortur á öllu og fátækt í Rússlandi, og verkamenn og bændur fóru í verkfall í mars 1917. Keisarinn eða Sarinn, hann sigaði hernum á verkamenn, en herinn gekk í lið með verkamönnum. Hann hlýddi ekki keisaranum, og á endanum að þá var keisarinn settur af og ný stjórn tók við sem var skipuð af svona millistéttarfólki, sem var ósköp venjulegu fólki. Þessi stjórn, hún dró herinn, rússneska herinn, ekki út úr fyrir heimsstyrjöldinni, og það var margt sem að menn voru óánægðir með, og Lenin réri á þessi mið og endaði með því að í október 1917 að þá náðu kommunistar undir stjórn Lenins völdum í Rússlandi. Við skulum glögga okkur á nokkrum hugtökum sem við höfum notað hérna og sem við komum til með að nota. Einvaldur, það er sá sem stjórnar samfélagið sínu eða ræður einn hverjir stjórna, eins og Sarinn í Rússlandi.
Öregi, eins og við komum fram, er sá sem á ekki neitt nema vinnuna sína sem hann selur eða vinnuaflið. Og kapítalistar eru þeir auðugu og voldugu sem eiga verksmiðjurnar og framleiðslutækin. Á Íslandi áttu þeir fiskverkunarhúsin og skipin, stóru skipin, og það sem þeir höfðu upp úr sínu krafsi var arður eða gróði sem að þeir héldu fyrir sig en borguðu ekki til verkamannanna, þannig að þeir voru áfram fátækir en kapítalistarnir græddu meira og meira. Og bylting er það þegar að samfélaginu er breytt á stuttum tíma og helst og yfirleitt með valdi. Þeir sem að réðu eru settir af og þeir sem að byltu þeim taka völdin. Eins og gerðist í Sovétríkjunum, eða ég segi í Rússlandi. En við skulum aðeins kíkja til Íslands, því árið 1900 aldamótin var Ísland frumstætt og má næstum því segja að flest í sveitum hafi verið álíka árið 1900 eins og árið 1000. Það hefur voðalega lítið breyst. En það var þó eitt sem var að breytast og það var þéttbýlið, sérstaklega í Reykjavík. Reykjavík óx mjög hratt. Hún óx mjög hratt vegna þess að fyrst og fremst að í staðinn fyrir að róa árabátum eftir fiski, þá fóru menn að nota skútur upp úr miðri 19. öldinni, 1850 eitthvað svoleiðis, og síðan mjög fljótlega undir aldamótin og skömmu eftir aldamótin 1900 fóru menn að nota togara, vélknúna báta. Og þetta skapaði svona samfélag í Reykjavík þar sem að menn réðu það sem að var verkalýðsstétt og borgarastétt. En þá voru ekki verkamenn sem stofnuðu fyrsta verkalýðsfélagið heldur eins og víða annars staðar, þá voru það prentarar. Prentararnir lásu svo mikið að þeir höfðu þá menntun sem að hina skorti og þeir stofnuðu sitt verkalýðsfélag árið 1887. En hlutverk verkalýðsfélag er einmitt að reyna að fá sem hæst kaup fyrir félagsmenn sína. Og þeir hafa eina aðferð yfirleitt til þess að nýta til þess að knýja fram kröfur sína þegar fara í verkfall. Nú, eitt fyrsta verkamannafélagi sem er stofnað á Íslandi er Dagsbrún. Hún var stofnuð árið 1906 í kringum hafnargerð í Reykjavík, eins og við sjáum hérna. Og markmið þess og mið þessa félags var að styrkja og efla hag og atvinnufélagsmanna, að koma á betra skipulagi, að því alla daglunavinnu snertir og takmarka vinnu á sunnudögum og helgidögum, en menn unnu þarna alla vikuna, alla daga, 10-12 tíma á dag, og þátt að auka menningu og bróðurlegan samhug og styrkja þá sem lenti í óhöppum. Nú, þetta félag var búið að semja við íslenska atvinnurekendur til dæmis 10 tíma vinnudag, en danska fyrirtæki sem að fengi til þess að byggja Reykjavíkurhöfn, áður fyrr höfðu skipin bara lagst hérna út á ytri höfnina og vörurnar og fiskurinn var fluttur í land á litlum bátum, árabátum sem voru í ferðum, það gátt ekki lagst upp í bryggju. Og það var verið að gera þetta, var byrjað á þessu árið 1913 og notuð til þess meðal annars eina járnbrautarlestin sem hefur verið notuð á Íslandi, svo heiti getur, en Danirnir viðurkenndi ekki 10 tíma vinnudaginn, vildu láta íslensku verkamennina vinna með einhver lengur. Dagsbrún fór þá í verkfall til að knýja á að danska fyrirtækið virtið sín þessa samninga sem þeir hefðu gert, en það gekk frekar hægt, þeir þurftu heila 2 mánuði í verkfalli til þess að fá þetta fram. Og eina aðalástæðan fyrir því var svo að það voru ekkert allir verkamenninni í verkalýðsfélagi og sumir voru í einhverju öðru félagi heldur en Dagsbrún og það félag fór ekki í verkfall. Þannig að verkamenn á Íslandi þeir ákváðu það að það þyrfti að gera eitthvað í þessum málum og það sem þeir gerðu var það að þeir stofnuðu alþýðusamband sem var svona félag sem öll verkalýðsfélagin á Íslandi voru í. Við sjáum það kannski svolítið á merkinu, Alþýðusamband Íslands, og það er sól hérna sem er í kringum stafina. Það er eitthvað sem er að skína og rís, það er eitthvað bjart og í kringum þetta allt saman er keðja, eitthvað sem heldur þessu saman. Nú, fyrsti formaður forseti ASÍ var Otto N. Þorláksson og
þetta gerðu þeir til þess að allir færi í verkfall saman eða þyrfti að knýja á launahækkun á einhverjum einum stað. Það þýddi það ekki að þeir sem voru í verkfalli, kannski voru í Dagsbrún inn í Reykjavík, að það var ekki hægt að flytja inn verkamenn frá úr einhverju öðru félagi, til dæmis í Hafnarfirði eða Kópavogi, vegna þess að öll félagi voru ASÍ og þeir pössuðu upp á það að enginn annar myndi vilja koma. Og Alþýðusambandið, það hafði mjög náin tengsl við einn stjórnmálaflokkinn á Íslandi, Alþýðuflokkinn. Og nú skulum við kíkja á það hvernig byltingin í Rússlandi hafði áhrif inn í íslenskt samfélag vegna þess að Alþýðuflokkurinn var jafnaðarmannaflokkur og sósíalistar eða jafnaðarmenn réðu í fyrstu mestu í Alþýðuflokknum. En eftir að bylting kommúnista var gerð í Rússlandi árið 1917, þá fóru kommúnistar að verða áhrifameiri í Alþýðusambandinu og Alþýðuflokknum. Kannski munurinn á jafnaðarmönnum og kommunistum sá að jafnaðarmenn í Alþýðuflokknum vildu breyta samfélaginu á Íslandi með því að á lýðræðislegan hátt, með því að kjósa bara til Alþingis fleiri jafnaðarmenn heldur en að voru fulltrúar annarra flokka og koma breytingum sem þeir vildu á framfæri með lýðræðislegum aðferðum. En kommunistarnir, þeir sögðu það þýðir ekkert að vera að kjósa, við verðum að gera byltingu, við verðum að brjóta niður þetta vald sem að heldur verkamönnum niðri. Kommunistarnir náðu ekkert yfirhöndin í Alþýðuflokknum. Þannig að þeir gengu úr flokknum á árið 1930, þá stofnaði sín eigin flokk, Kommúnistaflokk Íslands, og hamar og sigð var merki hans eins og víða, eins og margra annara, tákn sem sagt verkamannsins og bóndans. Og ef við flytjum okkur aðeins fram í tímann til ársins í ár, þá má kannski segja að merki jafnaðarmannaflokkurinn eða Alþýðuflokkurinn sé núna hluti eigi ætti sinni að rekja til, eða það sé Samfylkingin eigi ætti sinni að rekja til Alþýðuflokksins, en má kannski segja líka að þá Vinstri græn eiga ætti sinni að rekja einhver leyti til gamla Kommúnistaflokks Íslands. En nú skulum við fara að kíkja á þessi verkefni sem að fylgja með þessum kafla, skiptinguna, og skoða það vel og gangi ykkur vel.